Við erum komin aftur í Þingmúla í Valaskjálf á Egilsstöðum. Við ætlum að fjalla Djúpavogshrepp, Greta Mjöll Samúelsdóttir. Þitt hlutverk meðal annars að gera hreppinn að glaðasta sveitarfélagi landsins. Já, ég atvinnu- og menningarmálafulltrúi Djúpavogshrepps og á mínu borði þessi hugmyndafræði sem ríkir í Djúpavogshreppi sem að kalla Sitthastslóð. Og það í grunninn snýst bara það að bæta lífsgæði og líða betur og hluta því auðvitað að vera glaðari, þannig að það tánar vel saman. Ég hef nú komið til ykkar, það nú ekki margir fýlupokar hana. Nei, og það þess vegna ekkert mikla vinna að vinna, sko. En þetta auðvitað skemmtilegt að setja þetta fram svolítið, af því að við getum auðvitað öll gert betur í því að stundum taka bara ákvörðun í byrjun dags. Hvernig dagurinn getur orðið, sko. Hvort við ætlum að dvelja í leiðindunum eða vera aðeins glaðari þegar við getum, sko. En þessi hugmyndafræði Sitthastslóð, út af hvað gengur hún svona í meginatriðum? Sko, Sitthastslóð þýðir, sko, bara í beinni þýðingu það bara hæg borg. Og við erum það komið meiri meðvitund hvað hraðinn farin að gera og hefa áhrif á neyslu og líf fólks og svona kannski skaðsemans líka. Og þetta svona í grunninn bara kom út frá slow food hugmyndafræðinni, þar sem að það var svona verið að reyna að veita því svona, sko, já, sem sagt svona að reyna að hægja á þessari hnattvæðingu sem að það var alltaf að verða svolítið eins og þessi einsleitni. En þegar þetta var kynnt fyrst fyrir íbúum sveitarfélagsins, hverjar hafa viðtökurnar verið? Það auðvitað, sko, ég myndi segja góðar, en þetta auðvitað búið að vera langt ferli. Þetta kom svolítið út frá aðalskipulaginu sem var unnið og klárað 2010 og við urðum svo Sitthastslóð samfélag 2013. Og auðvitað þetta svona, og þetta ennþá bara ferli að koma þessu svona inn hjá íbúum að skilja hvað þetta og hvað þetta þýðir. En fyrst og fremst held ég að fólk sé svona að taka rosa vel í þetta og þetta bara búið að vera kannski þegar fólk fattar að það þarf ekki að gera neitt. Við erum svona samfélag og þetta í rauninni bara útskýring á því að stjórnsýslan sé miðuð út frá þessari hugmyndafræði. Að íbúinn geti gengið út frá því að samfélagið og sveitarfélagið taki ákvarðanir út frá þessari hugmyndafræði. En Djúpivogur, þetta mikill ferðamannastaður. Hversu langt gangiði með þessa innleiðingu eða stuðla að því að þessi hugmyndafræði sé viðhöfð? Sko, inn í aðalskipulaginu okkar, þá til dæmis bara eins og í skipulagsmálum, þá það tekið sérstaklega fram og sérstaklega í miðbæjarskipulaginu, deiliskipulaginu, sem sagt svona yfirskriftin að íbúar séu í forgrunni og gestir velkomnir. Þannig að þetta í grunninn svona alveg út frá öllum innviðum reynt að hugsa út frá því að íbúunum líði vel og við getum tekið vel á móti gestum. En ekki öfugt, að við erum ekki að móta hlutin út frá þeim sem ekki eru þarna 365 ársins. Það mikið gamlar byggingar á Djúpavogi og þeim vel viðhaldið. Þetta eru glæsilegar byggingar og vekja eftirtekt. Þetta viðhald allt saman, það hlýtur að falla af þessu öllu saman. Það gerir það akkúrat og á svo vel við af því að það hefur verið lögð svo mikil áhersla á fornleifaskráningu og menningarminjar og við erum alveg í sérflokki með verndarsvæði í byggð til dæmis núna síðan 2017 þar sem að það akkúrat þetta að það vera svona hlúa að þessari sérstöðu og hvað gerir okkur öðruvísi í staðinn fyrir að vilja vera eins og allir hinir að halda svolítið utan það sem öðruvísi og gerir okkur að því sem við erum og það á við fólkið og það á við gamlar minjar og hús og svo framvegis. En þetta verkefni sem þetta verndarsvæði í byggð, þetta ef ég skil þetta rétt, þá þetta samstarfsverkefni sveitarfélags og hins opinbera að vernda gömul hús og gamla atvinnuhætti og svo framvegis. Já, bara að byggja upp þetta upprunalega og svona með þetta í huga að stuðla að þessu mannvæna umhverfi þar sem að okkur líður vel. Þú ert með á borðinu
fullt af bæklingum sem eru gefnir út bæði fyrir íbúana væntanlega og svo þá sem að heimsækja ykkur. Þeir eru bara með sér bækling hérna sitt slóð. Já, að sjálfsögðu. Við erum auðvitað ennþá eina sveitarfélagið á Íslandi sem er með þessa hugmyndafræði ríkjandi og en þetta eru 252 borgir, sveitarfélög og bæir í heiminum, í 30 löndum sem eru með þennan stimpil, þennan sitthvarsloðstimpil. Og þess vegna er vert að við stöndum okkur í því að vera þeir einu bærinn á Íslandi til að útskýra svolítið hvað þetta er og eflaust vilja fleiri og því að þetta á vel við marga bæi finnst mann á Íslandi. Að hægja einmitt svolítið á og líta svolítið inn á við og vera svolítið glöð í eigin skinni. Höfum við ekki öll gott af því? Ég held það og sérstaklega einmitt í svona nútíma samfélagi þar sem að hraðinn fer stundum alveg með okkur, að staldra aðeins við og átt okkur og spyrja okkur svona að því hvort að hann sé þessi virði og hvort hann sé til góðs. Ertu farin að heyra það á íbúunum þegar það svona verið að ræða þetta við eldhúsborðið að sveitafélag þetta sé orðið bara vinalegra, hreinlega? Já, ég held að þetta sé allavega að svona síast inn hjá öllum og við erum svona öll samtaka að vilja gera þetta svona einmitt saman og þetta er auðvitað, mér finnst það sem íbúi, þá finnst mér líka rosa gott að vita það að þetta er samfélag sem mig langar að búa í og það er svona og fólk nýtir það sem til það leitar inn á við, frekar en út á við og það sé svo stefnan í stjórnsýslunni almennt, að það sé allar svona stórar ákvarðanir sem miðar út frá þessari pælingu. Og hérna er næsti bæklingu þess að það eru gönguleiðir og þá er myndin utan á þess að það er að virða fyrir sér náttúruna með kaffibollin. Þetta er sitt slóð. Já, algjörlega. Og við erum með alveg sérstakar náttúruperlur hjá okkur og hvetjum fólk til þess að koma og kíkja til okkar af því að hjá okkur eru svartir og hvítir sandar og gönguleiðir einmitt af öllu tagi og alveg dásamlegt að ganga og nýta sér þetta kort sem er vel unnið. Fuglalífið er alveg sérstakt hjá okkur og eru fuglaskoðunarhús sérstaklega reist fyrir fólk til að skoða og virða fyrir sér fuglalífið. Svo erum við með listaverk og eins og sem eru einmitt unnin út frá fuglalífinu. Ekkin í Gleðivík eru orðin okkar svona örugglega eitt af okkar svona aðdráttaröflum. Það er að gera að heimsækja ykkur Greta Mjöll Samúelsdóttir í Djúpavogi. Bara þakka þér fyrir spjallið og gangi ykkur vel.